Góðan daginn, góðir fundagestir. Ég býð ykkur hjartalega velkomin hingað í húsakynni Fjölbrautaskóla Snæfellinga hér í Grundarfirði sem og þá sem að fylgjast með í streymi. Ég heiti Sigurbjörg Ottesen og ég er bóndi og oddviti og bý á Hjarðarfelli í Eyja og Miklaholtshreppi og ég ætla að stýra fundi hér í dag. Í fyrstu vil ég fyrir hönd okkar hér á Snæfellsnesi þakka áfram Ísland fyrir að boða til þessa fundar og skapa vettfang fyrir þetta mikilvæga samtal sem hér mun eiga sér stað kosti og galla mögulegar aðildar Íslands að Evrópusambandinu. Nú aðeins tæp vika í þjóðaratkvæðagreiðsluna og mun þá liggja fyrir niðurstaða þjóðarinnar hvert við Íslendingar stefnum með þessar mögulegu aðildarviðræður. Meðfram störfum mínum og barnauppeldi sit ég í stjórn Bændasamtaka Íslands og er formaður deildar nautgripabænda innan vébænda bændasamtakana. Á útmánuðum var mér falið að stýra milliþinganefnd sem hafði það hlutverk að leggja mat á möguleg áhrif ESB-aðildar á íslenskan landbúnað. Þegar vinna milliþinganefndar hófst vorum við nefndarmenn eindregin í að gæta jafnvægis í vinnunni og við töluðum við aðila sem eru bæði fylgjandi aðild og á móti henni og einnig var rætt við innlenda og erlenda sérfræðinga. Það liggur fyrir að við yrðum að taka upp landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins og var stefnan krufin til mergjar. Niðurstöðu nefndarinnar má svo finna í skýrslunni Íslenskur landbúnaður og möguleg ESB-aðild sem kom út 7. ágúst síðastliðinn og langar mig að nota hér tækifærið og hvetja fundamenn til að kynna sér þá skýrslu. Hér í dag erum við með 3 ræðumenn. Bjarni Jónsson, fyrrverandi þingmaður og formaður utanríkismálanefndar, Margrét Gísladóttir, framkvæmdastjóri SAFL, samtaka fyrirtækja í landbúnaði, og Björn Guðmundsson, vélstjóri. En nú skulum við hefja þetta og fyrstan langar mig að bjóða Bjarna Jónsson hingað upp. Gjörðu svo vel, Bjarni.